Áhald og þetta lít, þetta eru bara minnka. Hvað þetta minnst fyrir? Svona. Það svona. Ekki. Þá held ég að byrja. Góðan daginn. Það Tómas Guðmundsson með erindið frá Bækkum. Og þetta hvaða verslunarferð til Edinborgar. Mikið rétt. Myndasýn. Takk fyrir. Ég mjög spenntur yfir að vera hérna. Og ég vissi hreinlega ekki hvað ég átti að tala um. Ég átti að vera í næstu viku. En því ég að fara í aðra verslunarferð þá þurfti ég að flýta þessum fyrirlestri. Og þetta svona afrakstur næturinnar. Ég fór til Edinborgar í síðasta ágúst á kúrs sem heitir Trauma Instructional kúrs á vegum skoska bæklunarsambandsins. Þeir eru búin að halda þetta í 31-2 ár. Þó að sambandið hafi nú samt bara verið stofnað held ég 93. Og á sama tíma þá var þetta festival, Fringe festival sem næstum því 3 vikna langt músík, leiklistar og uppistands festival í Edinborg sem búið að vera síðan 1947. Það var mjög gott að vera þannig á þessum tíma eftir að hafa búin að steikja á sér kollinn á fyrirlestrum. Svona vorum við félagarnir alltaf að lesa á götunum. Fyrirlestrarnir fóru að nokkru leyti fram í læknaskólanum sem þarna. Og það mjög flottur staður. Þetta var læknagarði á Íslandi. Annars sjáum við þarna fílabeinagrindur frá 1800 og eitthvað. Og þarna eru þessir fyrirlestrasalir eða anatomical theater. Og áður fyrir að þetta hitti nú alltaf operating theater á ensku. Þá fóru þarna fram aðgerðir á sínum tíma. Fólk borgaði sig, þá var þetta eiginlega eins og leikhús. Þar sem að framfóru hinar ýmsu aðgerðir. Og þeir minnast alltaf á og eru ánægðir með hérna einn kallinn sem heitir Robert Liston. Hann var frægur fyrir að hafa framkvæmt aðgerð með 300% mortalitet. Þá mætti hann galvaskur í sloppnum sínum, alblóðugur og það mátti næstum því brjóta blóðið af. Það var svo þykkt og vessinn svo mikill. Það þótti nefnilega svo flott að vera sem skítugastur. Þá var maður að gera sem mest. Það var eiginlega ekkert verið að spá í hreinlæti á þessum tíma. Og hann var mjög frægur fyrir að gera amputasjónir á mjög fljótlegan hátt. Ég held að metið hjá hann hafi verið 28 sekúndur. Og þá byrjar hann með hníf hérna og aðstoðar með að halda fólkinu niðri til þess að það streitist ekki á móti af því það var engin svæfing eða deyfing á þessum tíma. Þannig að hann öskrar út í salinn fyrst, takið tímann og svo sveiflar hann og myndar hnífinn og ræðst á lærið eða fótlegginn. En í þetta skipti þá tók hann svo stóra sveiflu að hann fór utan í sloppinn og einum áhorfendanum sem var líka þekktur læknir sem hann minnir. Honum brá svo mikið að hélt hann hefði verið ristur inn að holi að hann datt niður af hræðslu og fékk hjartaáfall.
af því þetta var svona stór sveifla, að þá vildi ekki betur til en hann hjó í fingurnar á assistantinu. Og nokkrum dögum seinna þá kom drep í stúfinn og í fingurnar hjá assistantinu og það dóu báðir. Það er 300% mortalitet. Og hérna eru svona, þeir voru voðalega hrifnir af því að tala hvað þeir ættu marga fína flotta lækna sem hefði verið þarna á þessum tíma. Og þetta er bara eitthvað svona sem ég ætla nú ekkert að fara að lesa upp. En þeir hafa gert marga góða hluti þarna í Edinborg. Og hérna er myndað í þegar þeir eru að munda hnífana og allir fylgjast með. Það er ekki beinlínis verið að hugsa hreinlæti á þessum tíma. En það sem fór fram á þessum 5 daga kúrs, ég ætla nú bara svona að stikla á stóru, hvað fór fram þar og hvað þeir gera öðruvísi þar miðað við hér. En ég ætla líka að fara aðeins í svona eitthvað fræðilegt. Beingróandi, hvað gerist þegar bein grær? Það er nauðsynlegt að þetta er tvíþætt. Það er annars vegar umhverfið, það þarf að hafa gott blóðflæði og ekki ómikla röskun á mjúkvefum í kring til þess að bein geti nú gróið vel. En einnig þarf að hafa gott mekanískt umhverfi. Það þýðir ekki að hafa of laust brot, að þá grær það ekki, það myndast bara falsliður. Og bein gróa þá ýmist á 2 vegu, það er sekundari beingróandi sem er svona náttúrulegur gróandi. Og sá fer í gegnum fyrst bólgu, þannig verður blæðing í kringum brotið, svo myndast brjósk og svo mjúkt bein og svo með tímanum endurmótun og eðlilegt bein. Síðan er svona primary eða absolutt beingróandi. Það þarf algjörlega stöðuleika, það þarf að vera alveg fast. Og svona gerist það hérna. Virkar þetta? Nei. Þetta músikur það líka. Já. Þegar bein brotna þeir fara strax í það að reyna að gróa. Líkaminn sendir strax boð það að eitthvað er ekki í lagi og vill laga sig strax. Fyrst kemur fram þetta hematóma og það verður svona granulómavefur sem er síðan skipt út fyrir fíbrósvef og á nokkrum vikum, 3-4 vikum þá komið hérna periósteum aftur. Hérna þá verður smá reabsorption á dauðum beinenda sem ekki kemur til að lifa. Hann er nýttur svo bara í að búa til nýtt bein og svo tekur þetta allt frá mánuðum upp í ár að endurmóta sig. Svo er til þetta primary gróandi eða direct gróandi, grær án kallusmyndunar. Til þess þá þarftu að hafa anatómiska legu, gott að hafa þrýsting milli brotaenda og svona absolutt stöðuleika. Þess vegna erum við að fara í allar þessar aðgerðir til þess að draga brotin svo það verður nú ekkert tíma gott. Þetta fannst mér vera sniðug kennsla á distal status. Það er oft skrifað distal status í góðu lagi í sjúkraskrá.
á þess að kommenta eitthvað meira á það, en ef maður hefur tíma til þess að skoða hann, þá hefur maður tíma til þess að punkta niður hvað maður sá. Og þarf fyrir distal status í hönd, þá þarf að skoða medianus, þá þarf að skoða anterior interosseus, radialtaugina og ulnartaugina. Og hérna svona kennsla til þess að sjá hvernig maður getur skoðað þetta allt saman. Ef maður getur gert þetta, býða maður að gera OK, þá það í lagi með FTP og FPL. Þau verða að flektera interphalangeal liðina, þá í lagi með anterior interosseus liðina. Ef fólk getur gert svona, þá í lagi með radial funksjónina og þá maður að prófa EPL til þess að skoða ulnar taugina, þá biður maður krakkanum eða fólki að gera svona crossfisk. Til þess að skoða medianurinn taugina, þá þarf maður að biðja fólk að abduktera og kanna styrkin í medianus. Og líka með vaskúlar statusina, þá oft bara tekið fram kapillary refilling. Það allt í lagi að hugsa líka út í hitastigið og litin á höndunum, púlsana og jafnvel taka mettun. Eitt sem að þeir gera öðruvísi með úlnliðsbrot í Englandi þeir gera samhæft að toga í öll brot og allir settir í gifs fyrst. Það allir teknir í röntgenkontról eftir 1 viku og 2 vikur. Ef það vafi þá og þá fá þeir röntgenmynd eftir 3 vikur. Af því þeir segja 3 weeks is too late and it is in. Þeir segja það sé algjör tóm vitleysa. Það skipta skoðan á þessu. Ef að brotið ótilfært þá var bara fólk í 3-4 vikur í gifsi. En ef það tilfært þá var það 6 vikur. Við höfum svona kannski haft það 4 til 5. Annað sem að mér fannst merkilegt þegar að börn fá físiólísu eða skrið á vaxtarlínu í möðum sem að óstabílt. Þá skilgreina þeir óstabílt sem að geta ekki gengið, hvort sem það án hjálpartækja eða ekki, þá með hækjum. Sama hversu langt liðið frá áfram. Þá vil ég meina að það sé óstabílt og þurfum að gera dekompression á, minni það að gera opna kapsúluna til þess að minnka þrýstinginn. Því annars væri hætta á avaskúlar nekrósu. Það væri bara ekki nægilegt blóðflæði í mjaðmakúlunum. Það annaðhvort að gera þetta 1-24 klukkustunda og það var eiginlega nokkuð góður konsensus þetta á þessum kúrs, eða þá að bíða með aðgerð í 1-2 vikur eftir að bólgan hjaðnaði. Ég hef nú talað við einhverja sérfræðinga hér og það hefur ekki verið gert svona kapsúlar dekompression. Ég held að sé nú bara því að það hefur ekkert verið að koma eitthvað svo mikið af akút tilfellum af skriði í vaxtarlínu. Það frekar að finnist eftir einhver tíma. Annað sem vildu meina hjá börnum, ég ofta að sjá á slysadeildinni vera að spá í broti í gegnum vaxtarlínu á fíbúlu. Og það var talið áður að það væri algengara, en núna á maður bara að meðhöndla þetta sem tognun, frekar en meðhöndla þetta sem brot per se, af því þetta nú ekki algengt og mann héldu kannski áður. Bara til að hafa þetta svona smá fjölbreytt.
Osteomyelitis þekktur fylgikvilli og eitt sem þeir voru að gera öðruvísi í Bretlandi var eftir að þeir tóku ræktanir og þá biðu þeir í 19 daga eftir öllum svörum úr ræktunum vegna þess að sumar bakteríur voru bara svo labílar að það tók bara þennan tíma að fá upp einhverja þyrpingar. Ég veit ekki hvort þetta hefur verið gert hér að bíða svona lengi. En annars höfðu sömu prinsip og við höfum hér með þetta svona. Það sem vakti mesta svona athygli allra sem voru þarna var að það var þarna læknir, Dr. Raya Shekharan, hann er læknir frá Indlandi og lærði bæklun í Bretlandi, kláraði minnum mig í 92 og bróðir hans á sama aldri, hann var lítalæknir. Þeir fluttu aftur til Indlands á þessum tíma og byrjuðu að vinna hjá fjölskylduspítalanum sem heitir Ganga Hospital. Þetta var nú bara lítill og fjölskylduvæn spítalið þá en þeir eru búin að byggja þetta upp og eru núna fremsti trauma-center á Indlandi og þeir taka á móti rosalega mikið af traumasjúklingum og ég var að hugsa að hafa myndir hérna uppi en það er bara ekkert fyrir alla að sjá svona opin sár, handflett og svona. Þeir eru búin að ná mjög góðum árangri, ekki síst vegna þess að þeir sem að vinna á spítalanum, það er þessi fjölskylda, hún á líka spítalan, þannig að það er ekkert vandamál með eða árekstrar milli þeir sem að reka spítalan og vinna á hann. Sem að þeir segja að sé mjög gott. Þeir sjáu sjálfir hvað vantar og hvað þarf að gera betur og það þarf ekki að fara í samningaviðræður við yfirmenn til þess að fá sínu framkvæmt. Það sem þeir hafa búið til það er til þetta Gustilo-skor. Þetta listi eða kvarði til þess að ákveða alvarleika opinna beinbrota. En þeim á Ganga spítalanum fannst þetta að vera lélegur kvarði á hvernig væri hægt að meðhöndla svona opin beinbrot. Og þeir bjuggu til app á Play Store eftir að hafa farið gegnum mikla rannsóknir á sínum spítala til þess að geta svona nota þá þetta severity score til þess að ákvarða hvað verði gert. Og þá skoða þeir fyrst, þetta er aðeins til þess að skoða í Gustilo-skor, þá er það 1, 2, 3 og síðan A, B og C jafnvel. Gustilo 3B, opin beinbrot, það segir mann ekki neitt hversu slæmt það er og hvernig á að meðhöndla Gustilo 3 típu B beinbrot. Það er bara ljótt slæmt beinbrot en hvað maður á að gera út frá greiningunni eða flokkuninni, það er alveg óráðið, þannig að þeir bjuggu til nákvæmari kvarða til þess að meta meðferð og þá skoðuðu þeir hvar sárið var það yfir beinbrotinu eða ekki og fengu stig fyrir að vera yfir beinbrotinu. Ef það vantaði húð líka, þá var það auka stig og svo fram eftir götunum. Það fór eftir í hvort það var búið að skemmast sínar og vöðvar og jafnvel taugar líka. Og eftir alvarleika þá fengu menn
hærra stig og svo var það líka flokkað eftir hversu alvarlegt beinbrotið væri. Ef það var bara einfalt þverbrot þá væri það 1 stig en ef það væri mölbrotið og inn í liðin eða vantaði beinmola eða eitthvað slíkt og þá voru það fleiri stig. Þetta hjálpaði þeim við að ákveða hvaða meðferð ætti að fara fram, hvort það ætti að vera amputera fótinn eða hvort þetta væri á gráu svæði, hvort þetta metið þetta á svona base to base eða case to case basis eða hvort það ætti að vera að amputera eða bjarga sko. Og þetta er mjög flott app sem þeir hafa búið til og hafa þetta ná í þetta Play Store, ég er með þetta á símanum mínum og bara til þess að við erum svo sem aldrei eða mjög sjaldan að fara að fá eitthvað svona inn en það var nú til dæmis bara hana í síðustu viku þá kom eitt svona slæmt beinbrot og þá getur svona hjálpa til við að ákveða hvað það ætti að gera. Líka þegar það var þetta rútuslys fyrir sunnan með rútu fulla af Kínverjum þá kemur þetta alveg inn í ákvarðanatökuna að hugsa þetta. Þetta var svona þetta sem vakti mesta athygli á fyrirlestri sko, eða kúrs. Hann var með mjög hjartnæman fyrirlestri fyrir alla og allt standandi lófaklapp. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Hvernig var það með þessar 19 daga? Var það gefið sýklalyf allan tímann eða bara beðið líka? Gefið sýklalyf. Já, og beðið alveg 19 daga. Beðið alveg 19 daga. Það var eitt og einu. Já. Það var eftir í öllum tíma. Það var rútína. Þetta var rútína hérna. Það var meiri komplikasystína því heldur en maður gæti haldið það. Maður gæti haldið það, við erum á í barn. Já. Sem við hefum gjort. Og maður hefur alltaf til að reyna einhverjar sérstakar bakteríur sem erfitt að rækta upp og koma á það germarstundur. Já. Ekki rútín. Rútíni með sig. Nei. En oftast þetta nú stafn. Jú. Við erum kannski með aðeins breiðari flóru þann úti og þetta nú meira hugsað tráma frekar henni aðgerðir í kringum sko prótesur eða slíkt. Þetta var nú trámakúrs. Verður spurningar? Áfram, það er komast fyrir. Já.